og þess vegna þetta tiltölulega nýfædda folald í gæsluvarðhaldi. Næst í fréttum, ný rapphljómsveit hefur slæm áhrif á börn út allt land. Nýju rappararnir Pói Jóð og Róli hafa hlotið gríðarlegar vinsældir meðal barna en foreldrar allt land fordæma textasmíð þeirra. Pói Jóð og Róli skrifa umdeilda texta þar sem þeir tala að dýfa möndlum ofan í bensín, sjúga þær og kyngja þeim svo heilum. Við heyrum tóndæmi. Tek möndlur, dýfið mig bensín. Sjúga þessa möndlur. Ég síg þetta bensín. Ég síg þessa möndlur. Fréttamaður á vettvangi tók viðtal við nokkur börn. Til þín, Katrín. Hér erum við börn sem hafa hópað saman hjá þessari bensíndælu og eru nú að dýfa möndlum ofan í bensínpolla. Sæl verið þið börn! Fílið þið rapp? Við elskum Pói Jóð og Róla. Hey, burt frá dælunni! Afsakið herra, afsakið. Gerir svona lagað oft á bensínstöðinni þinni? Já, alveg síðan að krakkarnir fóru að hlusta á þetta andskotans rapp, þá eru þið búin að vera að hanga hérna í kring, stela bensínin okkar sem við svo dýfa ofan í möndlum og eru að kemsa á þessu. Hefur þú áhyggjur af áhrifum rapps á ungt fólk? Já, algjörlega. Ég meina, krakkarnir eru ekki með neitt í kollinum á þessum tíma svo þau bara gleypa við öllu sem þeir segja og mér finnst bara að þetta fangelsa þessa rappara. Þeir eru alvöru glæpamennir. Þar höfum við það. Yfir til þín, Jóhanna. Takk fyrir þetta, Katrín, en við erum einmitt svo heppin að vera hérna með rapparana, myndu glæpamennina Pói Jóð og Róla á línunni. Velkomnir strákar. Takk fyrir. Takk. Höfðu þið einhverja hugmynd hversu mikil áhrif þið mynduð hafa á börn Íslands? Alls ekki. Við höfum ekki hugmynd að þetta myndi ganga svona langt. Við erum náttúrulega búin að fá 14 kærur á okkur. Mamma mín hendi mér út eftir að litli bróðir minn lenti á sjúkrahúsi eftir að vera að sjúga á mikið af bensínmöndlum. Eru þið sjálfir að sjúga þessar bensínfylltu möndlur? Alls ekki. Möndlunar eiga augljóslega að vera táknrænar fyrir Ísland sem samfélag og bensíni táknar útgerðina og þess vegna lagið Sjúðu mig eins og möndlu augljóslega ádela á ofneyslu samfélagi sem Ísland að þróast í áttina að verða. Takk fyrir. Ungviðið hefur auðvitað engan þroska til að skilja margbrotna táknfræðitextana og gleypir við öllu sem rappararnir segja. Lagt hefur verið frumvarp til Alþingis sem stefnir að því að allt rapp verði gert bannað á Íslandi nema að það fari í gegnum ritskoðun mannanafnanefndar áður. Hæ Hildur, Sælana, gaman að sjá þig. sömuleiðis. Hvað segirðu gott? Bara gott en þú? Bara hljómandi. Ég og Sóla erum búin að vera í svolítið löngum göngutúr. Já, hæ Sóla. Hæ. Sjá hvernig sætt. Hæ Sóla. Hæ. Hún svarar mér aldrei. Dónalegt barn, fyrirgefðu, mér finnst það. Hvað áttu við? Hún er bara barn. Ég var að heilsa henni og hún svarar mér ekki og svo eru allar samræður sem ég á við hennar svo einhliða. Ég spyr, Sóla, hvernig var í leikskólanum í dag? Ekkert svar. Sóla, finnst þið gaman að leika? Ekkert svar, hún spyr mig að engu á móti. Þetta er dónaskapur. Dónaskapur, ég meina, hún er nú bara 6 mánaða, hún kann ekki að segja mikið meira en mamma og eitthvað svona almennt bá. Já, en ég meina, börn sem eru svona dónaleg verða það bara að eilífu. Nei, blessu Sóla, takk fyrir síðast. Gaman að sjá þig. Nei, blessu, hvað segir konan? Allt of heitt, alls ekki kalt. Ég vil hafa það svona. Ég vil vera í svitakófi. Réttur hattur, sixpensari, pípuhattur eða bara gamli góði beret. Hattur frá Frakklandi. Stofan mín er stemning. Stemning, aftur stemning. Eingöngu skömm, ekkert stolt. Kökusala í gangi, réttu múffurnar fyrir mig. Orð fyrir fólk sem fílar ekki samhengi.
Reebok, Stigamót, Kanilgott. Ég bara að segja eitthvað. Að hoppa í París eins og að vera í París, borg sem í Frakklandi. Þetta var djúp hola. Sett hana aftast á listan af hlutum sem þú átt eftir að hoppa í. Bómull, blóðmur, ég veit ekki hvernig ég á að beygja þessi orð. Fórnarlömb fallturnsins í húsdýragarðinu, leyndarmál á líkamannum, sveppir, leyndarmálið að ég með fótsvepp. Einhver krakki að reyna að taka fram úr mér í röðinni. Reyndu, mannsbarn, reyndu! Stofan mín brennur hægt. Stofan mín brennur hægt og hundurinn minn Sámur með. Hann getur ekki kvartað því hann hundur. Hann brennur í hitastofunni minni. Prenta. Ekkert mál, prentun í gangi. Wow, kannt þú að tala? Já, en ég hef engan lífsvilja. Meinar að ég sé svo eina sem stjórnaði þínu sorglega lífi? Já, það rétt. Þvílíkur dagur. Ég komst að því að prentarinn minn geti talað og ég prentaði út nokkur hvít blöð. Nú var ég svoleiðis til jógúrtslettur í skál. Jógúrt mjólkurafur sem inniheldur lifandi gerla. Vó, ísskápur, fyrst prentarinn og nú þú líka. Já, nema ég klárari en prentarinn. Vá, geðveikt, segðu mér eitthvað sem ég veit ekki. Ég ætla að myrða þig. Hæ? Þetta var þá draumur eftir allt saman. Ertu vöknuð, ástin mín? Fékkstu martröð? Já, mamma, mér dreymdi að ísskápurinn ætlaði að myrða mig. Það kjánalegt, elska mín, því það ég sem ætla að myrða þig. Þetta var þá bara annar draumur. Nei, þetta ekki draumur. Þú ert ímyndunarveik og ert stödd á geðveikrahæli vegna þess að þú ert geðveik. Nei! Og stúlkan öskraði nei, þangað til að hjúkkan skaut hana í hjartað og sagði: Þú ert ekki á geðveikrahæli, þú ert í helvíti. Wow. Djöfull eru unglingar lélegir að skrifa smásögur. Já, þessi saga var samt betri en smásagan hans Guðjóns mannin sem deyr og fettir himnaríkis og kemst að því að maður breytist í kött eftir að maður deyr. Já, erum við þó sammála að Sigrún Ásta unni smásögukeppni Borgarholtsskóla? Já, prentari, prentaðu út viðurkenningaskjalið. Ekkert mál! Áttu síkó! Fyrir 10 árum byrjaði jafnréttisboltinn að rúlla hér á Íslandi þegar Vigdís Finnbogadóttir flutti ávarp sem breytti því hvernig heimurinn sá konur. Og það gleður mig að tilkynna að frá og með deginum í dag mega konur vera meira en bara kynþáttafullar. Konur mega líka vera dullur. Þetta leiddi af stað byltingu í jafnréttisbaráttu þar sem fólk leit ekki lengur á konur sem kynverur, heldur sem dúllur. Árið 2020 voru gerðar breytingar á keppninni Ungfrú Ísland sem við þekkjum í dag sem Ungfrú Dúlla Íslands. Og nú komið að því að krýna Ungfrú Dúllu Íslands árið 2020. Það verður augljóslega ekki Katrín, að ég meina sjáuðu brjóstaskorinn hennar. Árið 2020, Katrín, aðeins minna kynþokkafull og aðeins meiri dúlla og ég æli. Og titilinn Ungfrú Dúlla Íslands árið 2020 hlýtur Lúlla! Sjáðu hvað hún mikið dúlla, líka með svona krúttlegt nafn. Gef mér koss, Lúlla dúlla! Neppakoss auðvitað, því við erum dúllar. En árið 2020 áttum við ennþá langt í land. Það var ekki fyrr en 2 árum síðar að fólk áttaði sig á því að krúttleiki afmarkaðist ekki aðeins við kvenkynið.
Þegar Lúlla, kærasta mín, vann Ungfrú Dúlla Íslands var ég mjög glaður fyrir hennar hönd, en það var eitthvað innra með mér sem sagði að það vantaði eitthvað. Svo ég og nokkrir strákavinir mínir tókum á því að búa til Dúllumenn Íslands og viti menn, áður en við vissum að var þetta orðið svo stórt að Ungfrú Dúlla Íslands hét ekki lengur Ungfrú Dúlla Íslands, heldur bara Dúlla Íslands. Og ég stoltur sigurvegari 3 ár í röð. Já, Sigmar ein mesta dúlla Íslands, en þetta leiðir okkur að árinu 2028, árinu sem við lifum á og hrærumst í. Í dag hefur fullu jafnrétti kynjanna verið náð þar sem bæði konur og karlar geta verið dúllurnar sem þær vilja. Og nú afmarkast kynþokki einungis við orma. Þeir eru eina dýrategundin sem eftir sem geta ekki talist sem dúllur. Jæja, hvað höfum við hér? Er þetta ekki nýja stelpan? Átti það nafn nýja stelpa? Já, Karolína. Karolína, nýja stelpa. Ég Siggi, þetta Magga. Og við erum einu krakkarnir í þessum skóla sem eitthvað vit í. Ó já. Heyrðu, við skulum sýna henni hvernig þessi skóli virkar. Ok, hérna sit ég allir og chilla. Þú verður að passa að það setjast ekki á rokkan stað nýja stelpa. Okkur Ok, sko, þetta er mjög klíkuskiptur skóli og þú ert að finna þér hóp eins fljótt og þetta er og vera þar, nýja stelpa. Ok, hérna sit ég nördarnir. Já, þau kunna að lesa og ef þú kannt ekki að lesa, þá skaltu ekki setjast þarna. Ég kann alveg að lesa, hvernig þið ekki að lesa? Allavega, hérna sit ég síðan íþróttagæðinir. Ef þú ert ekki í íþróttum, þá getur þú gleymt því að setjast þú þeim. Höldum á. Hérna eru prestarnir. Af hverju eru prestar í menntaskóla? Oh my god, þetta verður erfiðara en ég hélt. Já, ég skal taka þetta. Ok, sko, þú ert komin í menntaskóla, til hamingju með það, en þú verður að átta á því að svona virkar þetta hérna. Þú veist, þetta er bara ógeðslega klíkuskiptur skóli. Nokkrir krakkar áttu það sameiginlegt og eru menntaðir prestar. Svo þeir mynduðu klíku. Þú verður að skilja það. Ha? Jú, ætli það ekki. Allavega, hérna eru krakkarnir sem nota skó sem hatt. Nei, ok, þetta er bara fáránlegt. Hvers konar menntaskóli er þetta eiginlega? Ertu fucking heyrnardauf? Í alvörunni, þetta er bara virkilega klíkuskiptur skóli. Þú veist, ok, Karolína, þú verður bara að venjast þessu. Menntaskólar eru miklu klíkuskiptari en grunnskólar. Ég meina, þetta er líka bara miklu stærri skóli, því það er þessi miklu fjölbreyttari líka. Ok. Þið skiljið það ekki. Hvað er fólkanum í gangi hérna, maður? Þetta eru ósýnilegu krakkarnir. Þau eru hér. Þú settist ofan á Kristófer. Það situr enginn hérna. Sko, er þið að gera grín að mér? Er þetta bara eitthvað djók? Þú veist, til og með þessi, er þetta bara eitthvað trúður í trúðaklíku eða? Ég heyrði þetta alveg. Þá er þessi eðlisstrákur að tala með einu svo þið. Karolína, ándjóks. Ásamt því að vera mjög klíkuskiptur skóli, þá er líka mikið einelti hérna. Gagnvart þeim sem eru öðru sem flestir. Ég vissi það ekki. Ég held að ég veit hvað hún á að setja, sko. Já, þarna. Hjá þeim sem leggja í einelti. Varst þú líka að gera grín að eðlisstráknum? Hei, strákar!